Jó, það var velkomin í Naumingi-poddið, betur og lestir. Við erum konum við svo marga sponsora að mér líður eins og ég sé að koma úr svona verslunarferð fyrir jólin alltaf, þú veist, það er svona ótrúlega mikið að við hérna á þessu. Sko, maður er að reyna að vera eitthvað good boy hérna og ég kom hérna á hann með svona áfengi, þú veist það, ég hef aldrei átt svo mikið áfengi. Þurfum við að loka út af Já, þessu þurfum að loka mann á steinsöga. Við ætlum að hafa þetta í þættinum, svo fólk viti að við erum reporting live úr Reykjavík samtímans. Það er það sem við erum að gera hérna. Á Sigurbrautinni. Herðu, og fyrir hlustundur þáttarins, það er 14 stiga hiti, 16 slummur meira þessari kerðinga sko. Það er spáð fyrstu hita bylgju sumarsins. Það er gul á lofti helgina og ég hef bara eitt að segja við hlustundar, það er bara svoleiðis. Dóri er að fara að skilja bílinn eftir. Já, það er svoleiðis. Býtu hvað? Herru, það er hérna, sko. Við erum að drekka pulsubjórina frá Reykjavík Brewing, geggjaður. Herru, ég var þar á hann í prípotta. Sko, takk eftir í. Alla gellur eru orðnar svo rugglaðar, það eru bara eitthvað pre-workouts, bara post-swim, það er bara eitthvað, sko, bara pre-post. Er þetta samt ekki gaurar líka? Eru gaurar ekki orðin netta gellur eða núna? Jú, gaurar er alltaf eitthvað að gellast á Instagram. Ég er stundum að fara yfir gamla pósta hjá mér. Þú veist, ég er bara fyrir upp í brandinni, sko. Og ég er bara eitthvað, ég var þessi gaur sem ég er að dissa, sko. Þú veist, ykkur mjög Sko, ég fílaði samt að það var einn hópur helgina sem var að posta þessum myndum og það voru ekki gellumyndir. Það var þarna hópur sem steindi fyrir með AC til sem er allir 75 ára allt í hennu og fattaði það ekki sjálfur sko. En ég hugsaði, þetta eru good old boys. Hvað er kvætan? Cuz þetta eru alveg unks. Já, þeir eru alveg unks, þeir eru big unkins sko. Og þeir fá fucking eitthvað hérna sjokkarinn í ár, skilur við. Það er eitthvað velum frá okkur fyrir að keep it real. Jú, þetta er alltaf gaman hjá þeim samt, maður svona fylgist með þessum hérna Steinda og Audda og þessum, þeir eru alltaf eitthvað í keilu með eitthvað pítsu. Já, leggja metna í þetta. Já, þetta er gaman líka, gaman bara að vera þessi menn sko og við eigum að vera meira sem þeir sko. 100%. Hvert myndum við fara ef við myndum fara 3 út? Póllands. G-dansk held ég. Það eru ekki bara Universal. Það er ennþá, sko, þegar ég var í betur fæstu manninni fyrstu, ég hef okkar bylgjur, sko. Fyrsta mannjan, það var hann Universal Studios mannjan. Já, og fá Fúli til að rappa. Sko, ég langa alltaf að tala um þetta við í poddinu, en maður stundur þegar ég var eitthvað að gera eitthvað beats í kofanum, kofa Eilandsstaðan, í sílóðum, og ég var eitthvað að ringi og var orðin í algjöri manni, ég var eitthvað, sko, ég veit bara gera beats fyrir Britney og þessar stelpur og þú bara Britney og þessar stelpur. Það var að segja það sko. Alltaf að gera fyrir Britney og þessar stelpur sko. Og þeir eru búin niður að heyri mig sko. Ég hef séð fólk í flying high maníu sko, alveg að vera undirbúið leiksýningu og verkabítu, ef við erum að gera leiksýningu bara hverjum degi og við erum að fá bara kannski hvað fullir salur, bara 600 skall, þannig þetta bara við erum að fá bara 80 milljónir eftir mánuðin og maður er bara eitthvað, þeir eru ekki eins og að miða í sölu og vitið ekki þeir ekki gengið út frá því að þetta sé alltaf uppselt maður sko, á Bubba Mania helgina Já. og hérna 70 kallinn og form á honum og 5 stjörnur frá Jónasi Sen og geggjaður dómur Evrópu andstæðingar alveg æðir út í hann og finnst ósmekklegt að Bubbi sé að tjá sig. Bubbi hefur verið að stuða fólk með eitthvað sem hann segir síðan hann kom fyrst fram á sjónvarpsþátti. Bubbi hætti einu svona gigga á Ísafirði í 2 árið eitthvað að því einhverjur Ísfirðingar börðu einhverja grænlendinga og hann var svo reiður út í það fyrir að hafa ráðist. Þeir alveg slátruðu einhverju grænlenskri áhöfni sko. Og Bubbi tók því svo persónulega að því þetta eru frændur hans í Grænlandi og Bubbi, guys, ég kveikti á þessu dæmi, lögin hans Bubba og þú veist, það var ekki að vera að fara, hann mæti bara á einhverja serbiska kærustöðna og mæti til Kristján Fall bara með kassagítar og Kristján Fall spilar á öll hljóðfærin í Serbanum og Bubbi eitthvað labba í Stokkólmi 1987. Hann er svo með þetta einhvern veginn, og ég hef náttúrulega chillað mikið með Bubba sko. Þið voru eins og bífi líka ekki? Ég bífaði við Bubba, við hefum verið í blíðu stríðu, ég og Bubbi sko og við hefum okkar sögu eins og satt er. En hvenær byrjaði það? Það byrjaði þegar ég var að vinna á Dagblaðinu á sama tíma og þú og ég skrifaði eitthvað bandið hans Bubba, það var algjör ræpa
og hann sagði að ég var algjör ræpa og Já, alveg rétt. og svona, en svo urðu við vinir í gegnum MMA box og svona, og ég var með honum einhvern veginn þegar þú veist Conor rotar Jose Aldo, en ég sko hef farið erlendis með Bubba, ég fór til Nottingham að lýsa fyrsta fór í Nottingham skýri að lýsa fyrsta bardaga Gunnar Nelson í Nottingham sko, og my dudes, það var reisa sko, og að vera með Bubba í Ullum, mamma var ekki búin að vara með við hún sér, hann var örugglega í rosalegu stuði í Ullum, brakkur, hún svona tekja hana smáfræði Kanada og tekja bróður hans miklu meira og segir bara að því Bubbi hann er svona maður sem nýtur þess að vera ekki þekktur, nýtur þess að vera ekki allir að stara á sig eitthvað, hann áttur og það var alveg rétt, Bubbi var í rosalegu stuði í þessari ferð og hann sko, að múfa fáur eins og Bubbi, og ég skal segja ykkur eitt að við vorum að fljúga þarna út með flugfélagi sem heitir Iceland Express, sælla minninga, og Rest in peace. Og ég tek eftir því að við erum bókaðir heim á mánudagskvöldinu þegar bardaginn á laugardaginn og ég hugsa, við viljum örugglega fara heim á sunnudeginum og ég sendi ykkur konu sem það sendt mér með hana tölvupost, segi bara herru, ég held að það sé best að bóka okkur út heim á sunnudeginu, svo hitt ég Bubba rétt á hann fyrir múti og segi, herru, við erum bókaðir heim á mánudeginum en ég sendi post og ég er að láta breyta þið og hann bara, verður okkur geðvægt æstur yfir þessu máli og hann bara, hei, fyrir þetta, ég er búin að senda þetta, held ég allt í góðu, hún var búin að segja við mig, herru, þetta reddast svo lendum við í London sko, þá var hann meðalans búin að skamma einhverja íslenska gangstera hann aftast, sem voru einhverju djammi og hann fór aftast til þeirra og var eitthvað strákar, hætta þessu, og var rosalegur sko, og við lendum hana og ég fæ e-mail frá konunni sem bara, herru, þetta er leyst, kemur Bubbi til mín, herru, það búið að leysa þetta máluna, sýnir mér síma sinn og ég sé e-mail rönuna sem hann er búin að vera í, hann þurfti að láta breyta farmiða. Hann sendi e-mail á Pálma í Fons, eiganda flugfélagsins. Pálmi áframsendir e-mailið á Matthías Ímsland, forstjóra fyrirtækisins. Matthías áframsendir það á hvern millistjórna sem áframsendir það á konuna sem var að aðstofa mig sem svarar það er búið að leysa þetta. og hann var á einum tímabúti, það var einhver önnur bein útsending að skarast inn í okkar útsendingu og hann var komið með Jón Ásgeir í síman sem var eigandi 365 þá sko, eða hvað það hét. 365 þá og hann meikar svona move sko og hann þú veist hann risa sko og ég hitt hann reglulega, ég fer við fyrir með klipping á sama stað hann fer til hvað gerir hann? Snirta sem pungárinu? Skeggsnirtingu hjá honum Bödda. Ég er hjá Þobba á skemmunni í Hafnarfirði. Hann er með frægast að skalla á Íslandi, þetta var rosalega kalt og væri hann fyrir klipping. Ok, skeggsnirtingu. Hvar er þetta? Skemman í Hafnarfirði. Er þetta Robby Carter eða? Nei, ég er hjá Þobba. Þobba, ég þekki hann. King Þobba. Þú ert með gott feit, þetta er svona... Já, nýleiti kífiska konu gerir. Og sko, það hittist stundum á við Bubbi erum saman og þá er hann að greina sko allar íþróttir. Og ég hugsaði síðast þegar við vorum að tala saman um KR í fótbolta, Óskar Hrafn Þorvaldsson. Þetta er eitthvað sem var bara heima í íþróttasjónvarpi. Bubbi er einhvern veginn með sinn ramma á lífinu og allt sem að gerast fer inn í ramman og hann nálgast þetta út frá sínum gildum. Það er ótrúlega áhugavert að heyra hann tala bara um allt. Já. Þess vegna er hann stór. Og mín pæling eftir þessa helgi, ætli Bubbi, ég er ekki að tala á heimsvísu, bara innan Íslands, allan sé frægast Íslendingurinn. Ætli þú tækir stikkpröfu á íslensku þjóðinni, hvern þekkiru, þú skilur bara, þú var bara með... Þetta fyndið að að spyrja að þessu, því að þetta var það sama og Flossi sonur minn sem er djúpur á einhverjurónu, spurði mig það í gær, hann sagði, Bubbi frægastur á Íslandi? En ég meiri þess að hann er það frægur að bæði þú og Flossi er það pæli. Það segir ógeðslega mikið. En það er eitt sem fólk veit ekki um Bubba, því að það þekki Bubba mest í sjónvarpið þar sem hann er svona að reyna að vera articulate og beinn. Þegar þú chilla með honum, hann er með gangsterstíl, þú veist, hann er alltaf að segja þér einhverja gamla sögur og hann er alltaf lítið kringu sig, skilur. Dóri, það var kíló þarna, sko. Þú veist, það kemur einhver svona, eða eitthvað, og þið börðan illa.
eitthvað svona, þú veist, og hann segir gangsta ass sögur, allar eitthvað svona sem gerast líka 80s og með einhverjum nöfnum að sem bara svona Kitty Cobain kom og barði eitthvað út bara what the fuck maður og þú veist, hann geggjaður sko. Ég bara einu sinni talaði Bubba og það var ég svona 10 ára, ég var að frílót í kringlunni og Hvað frílót var í boði? 1995 í kringlunni? Þú veist, það var einhver pulsur og eitthvað Já, búaða pilsur og þá var hann Ég sé Danna svo fyrir mér ungan á frílót hann var áreita og ég svona beigir röð og svona, Bubbi, hver er besti boxer í heimi? Og hann bara sko, það er Roy Jones Jr. Er það? Já, hann sagði það mig sko, já Ok, hann var það þá sko þetta er 95 hann ekki nær 2000 en ok það er eitthvað að misminna hérna og það gæti verið að Danni hafi verið 16 ára að frílóta í kringlunni en það er líka geggjusaga hérna, þegar prinsinn er að berjast, sagði ykkur þetta? Nei Gott að spurja því, þú veist ég komin á þann aldur ég komin á endurtekningaraldurinn sko það var prinsinn að berjast í London Bubbi og fucking Ómar Ragnarsson taka með sér gjöf til hans þeir taka með Kóraninn í íslensku þýðingu og þeir eru með Kóraninn hann með sér í íslensku þýðingu og svo er þetta þú veist, er þetta svona mega press-event skilur, hann að þú farið 5 mínútur með prinsinum og það er bara röð af liði hana, svona og Bubbi og Ómar, 2 frægustu skallar á Íslandi sko, eru þarna fucking að springa úr athyglisbrest og stuði báðir einhvern veginn í röðana með Kóraninn og þeir afhendunum Kóraninn sko og hérna sem gjöf og prinsinn, hann er bara allir út þessi menn fá klukkara og þeir voru ekki eins og með kameru með sér þeir voru bara með prinsinum með Kóraninn að tala þýðinguna í klukkara sko. Hversu góðu var prinsinn? Prinsinn var eitt af besta sem hefur sést hann var, þú veist hann var náttúrulega fenóm sko á eitthvað sýningakvarða skilur við, hann var bara hann einar hringin og allt það já, en þú veist, bara hans tæknilega geta í að forðast högg og svara tilbaka í mjög þungum höggum sko, hann var mjög höggþungur sko. En af hverju endist hann svona stutt? Hann átti bara þetta rosalega rönn svo fór hann í barda þar sem svona hann vanæfði en þetta var líka ógeðslega vondur stíll fyrir hann akkurat svona, ég man ekki alveg hvað hann heitir og hann bara virtist hafa mist viljan sko. Eru búin að sjá myndina? Nei. Hann alltaf var þjálfar að þessum Íra þarna og það var allt mjög umdeilt sko hérna sá átti að vera að trana sér svolítið fram í viðtölum alltaf og vera, þú veist, já við erum að gera þetta, við erum heimsmeistarar skilur svona og það stuða hann eitthvað og hann bjóð svo til annan, þú veist, hérna heimsmeistara þessi Íri seinna sko og bara stóluðu mér nafnið á honum og hérna nei, hann var raunverulega mjög góður. Mike Tyson var líka miklu betri en fólk heldur sko og hérna, en aðalega sko, en hins vegar þegar þú fer að tala hnefaleika, ég dýrka, þetta er áhrif Bubba, við erum fann að tala hnefaleika hérna, að bara svo þið vitið það, bara út af the numbers game, þú veist, Muhammad Ali, George Foreman, hérna, hann, hinn sem vann, svo Muhammad Ali setna, frá Philadelphia, hérna, Joe Louis, nei, hérna, svo hægri krókur frá nafnanum mínum, hvað heitir hann í Cowboys sem gerir bítinn? Joe Frazier heitir hann, einmitt. Sérðu, svona stundu það var að fara bakdyraleðina að upplýsingunum en líka gott að hlustu pottsins skilji hvernig brain farts eru og Joe Frazier, þú veist, þegar þeir eru að boksa þá er til dæmis þungaöktamæðurinn hann er miklu minni en hann er í dag skilur, hann er miklu meira formi og það eru líka bara svona 4 sinnum fleiri atvinnu menn í hnefalekum á þessum árum miklu meira barist, samkeppnin miklu harðari box var 15 lótur á þessum árum sko og hérna þannig að þegar þeir eru að berjast þú veist það er sagt að þessi myndi berja þennan að því nútíma tækni það er samt samkeppnin þarna þú veist þeir voru drullu góðir þarna get ég allavega sagt sko þú veist að þess að fara að segja eitthvað þú veist þessi gaur myndi berja þennan eða þessi þú veist Tyson Fury myndi berja alltaf þarna box var bara allt þungavöktarbox var alltaf öðruvís þarna því þeir voru bara miklu léttari og miklu meira agile sko og en þeir voru drullu góðir sko
og make no mistake about it og þú veist, og núna eru glætt að fara inn í eitthvað svona umræðum fótbolta, þú veist, hversu góð var Pele, þú veist, hefði Pele geta startað í bestu deildinni, skilur þú veist, í dag. Það er líka bara það, þú veist, mér finnst alltaf, það er náttúrulega allt í framför og þú horfir bara á þá sem að náðu undir 10 sekúndum í 100 metrar hlaupi hérna, þú veist, fyrir 40 árum versus núna, skilur, bara línan er svona í fjölda og það bara gerist mjög oft og ég meina, hérna, áður en að Tony Hawk tók 720 þá gæti enginn tekið 720 á hjólabretti, svo bara sá einhver Tony Hawk gera það og bara gæti gert það, það er allt bara einhvern ný stöður þróun og framför og æfingarnir eru markvissari og fólk er bara að reyna að besta allt ferlið, þannig að auðvitað er það bara, þú veist, hlutinni verða betri á endanum, skilur, en svo eru anomalies að inni. Þú veist, að því reglurnar í boxi eru nákvæmlega þær sömu og það er ótrúlega erfitt að bera þessa hluti saman einhvern veginn, þú veist, að því meina en bara gaurarnir eru bara þeir sofa betur, þeir sofa betur, æfa betur, borða, þú veist, það er bara búið að besta það ferli allt saman, ferðast betur. Taldum að besta ferlið sumakaffi, te og kaffi, besta kaffið. The Dealmaker er á heitu núna. Ég ætla að fá mig kaffi. Ég var að þamba eitt kaffi hérna og við erum að sjálfsögðu búið te og kaffi hérna, við erum að drekka sumakaffi sem er ljósristað, létt og ávaxtaríkt. Og það er einhver tími fyrir sumakaffi þá er það hitabylgju. Ég sneri heavy funky kaffi frá Indonésiu á espressoin í morgun, illa sáttu með það. Te og kaffi, þið veitir hvernig ég segi, dagurinn byrjar á kaffi en kvöldinu slúta með te. Yes, mér notið BF kóðan og fáið 20% afslátti eða bara farið og kaupið þetta fullu verði. Já, það er líka, við hvetjum fólk að kaupa þetta fullu verði, sko. Já, og líka hvetjum fólk bara að kaupa venjulega kaffið í bónus, skilju. Já, French Roast. Alltaf til þannig bóki heima með kaffi. En ef við vendum hvað okkar í kross og ræðum fílinn í herbygginu sem að er augljós hér, það er lúkkið á DNA-manninu. Herru, þetta er alvöru. Ég veit ekki, er þetta high def eða sést að ég með chain hérna? Danni zoomarinn á það. Já, er þetta að gera eitthvað. Sko, ég náttúrulega, strákar, er komið stílista. Já, við erum að fara núna í lið sem heitir Hvað er heitt? Með lava bílalegu. Og ég ætla að segja ég bílalast tvisvar og ég segi næst í bílasala er í samstarfi við bílasölu Reykjavíkur en er líka eina bílalegan sem getur skaffaði nýjum Bronco og þanga til aðrar bílalegur fara að bjóða upp á það þá er bara einn fucking kongur in town skilur en hvað er heitt? Það er heitt að vera með persónlegan stílista og þetta náttúrulega gerist allt út af náð podsins ég auglýst eftir stílista hér í poddinu og kallinu var svarað Alexander heitir hann og hann er fyrir fótboltamann. Er hann ekki hákáðingur? Ég ætla ekki að fullir hann eitt fótboltaferil sem hans en hann er mjög hávaksin. Hann hefði betur átt að fara Hvað heitir hann? Það er eitthvað Viktor Bellerin í honum, ekki? Er þetta ekki svo Viktor Bellerin típa það? Ég veit ekki hvað Bellerin er. Þú veist hvað það er, Gary? Hector Bellerin. Hector. Þetta er rólegur þetta, heldur ég veit ekki hvað það er. Tjók. Mástu hvað svona hann er? Ég man það ekki neitt, hann er geggjaður og hann er, við sjátum hann en sko strákar, ég hef verið í þessu íslenska celebrity í gæsalöfum geimi sem er mjög, getur verið jafn niðurlægandi og það er gefandi sko því að þú veist, mesta athygli sem hún færð fyrir að vera celeb er þegar það eru verið að dimmitera í bænum eða það er einhverjir svona hópar í einhverjum day of fun í bænum og erum við að taka mynd af celeb og þú veit eitthvað það eru til, ég skal segja ykkur, það eru til svona 90 myndir af mér svona á lögum bara með svona undirhöku bara svona eins og ég sé með bara svona trefil af fitu hálsinn skilur og því miður en þetta var upplifun af því að þessi maður stúderaði stílinn minn ég kom með nokkuð pieces og lagði þarna, hann kom með hellinga pieces sem voru úr engaugum með þess og við byggum til 4 lúk þetta saman er þetta besta lúkið? Nei, þetta er ekki ég er með nokkur hann skildi eftir hermannabuxur með hann sanda mér og ég er, þú veist ég er bara rétt byrjaður að sáldra þessum lúku við mannskapin ég er að fara rólega inn í þetta dæmi þú veist, og þessi þjónusta mér er aldrei liðið þessi þú veist, mér liðið svo ég væri frægur í útlöndum veit ég hvað það tala það var bara gaur að koma að því það er til mynd af The Rock ég borði engaflugur
með eitthvað náttúrulega svona kvenlegan mann við hliðina á sér og þeir eru svona að skoða iPad og Instagram myndi stóð My stylist show me a dope color combination. Þannig að það heitt með Lava Karendel að vera með stílista. Að vera með persónulega stílista. Ég hugsaði bara, Kemur í heimahús. Hvernig var þetta? Hann kom, þú bara blessaður, Dóri, var þetta bara svo að kaupa vorestisk bara 96? Sko, ég skal segja reitt, þú veist, þessi gaur sendi mér eitthvað, herru, ég er tilbúin að taka þetta verkefni af mér. Síðustu skilabóðin okkar var bara eitthvað, hæ Dóri, Alexander, þú veist, ég er í París, getur mælt með náttúruvísbar og ég mæli með einhverjum börum skilur, þannig, en ég hugsa bara eitthvað, þessi maður er réttu megin línunar. Hann kemur heim til mín, ég held upp á kaffi fyrir hann, ég leiði honum að klappa hundinum, setti samt hundin út, af því hundin er að fara úr hárum. Og Magnea bara blessuð? Magnea var ekki heima og Magnea var reið út í mig fyrir þetta dæmalt, sko. Hún var reið, sko. Og að því við erum eitthvað búin að rífa gólfið eldhúsinu og það sést í einhverju myndbandi og þú veist já, ég skil ég og konur halda alltaf að sko, konur eru mögulega bara rosalega judgmental sjálfar eins og ég myndi sjá mynd af einhverjum gaur og er eitthvað, byrju, hvað? Já. Var ekki búin að taka til þú veist, ég er ekki þar einhvern veginn, ég skil hvernig bransi virkar hann kemur hana og ég skal bara segja ykkur alveg hvernig það var við finnum Fjölúk, hann kom líka með eitthvað föt sem ég var bara, herru, mér líður eins og ég sé bara yfir á Tjaldanessi þegar ég er í sem var heimili fyrir fyrir menn með Downs og fleira en bara, þú veist, mér leiði eins og ég væri asnalegur sem þessum fötum, sá hana, ekkert mál og bara, ég fór hann út með Fjölúk og þú veist og þannig hljóma smá eins og ég sé vangefinn eitthvað, já, ég fikk Fjölúk ég er að taka upp 2 sjónvarpsþætti, eina stjörnu og svo annan sem heitir Hvíti kastalinn í haust það sem ég þarf aðeins að pæla í hverju ég er svo ég, þú veist, að því þú veist, yfirleitt lítið út eins og Tony Soprano þar hann er í sloppnum og hlýranum, skilur þú veist, ég er bara svona, ég er með perpetually nývaknaða lúk og ég þarf að hafa mikið fyrir því að líta bara út eins og ég sé eðlilegur, skilur og þannig að money well spent, þú veist, svo bara tekið til hvað föt ég tek, milli farað á hann þá fann ég geðveikt, ég hringdi í þig eftir þetta hringdi, Dóri hringdi og var bara mjög sáttur með lífið ég hringdi líka í Björn bara, ég held að hann hafi tekið í ég stílist að hann var ekki kominu þetta er Alexander hann heitir Alexander Freyr Sindrason og hann var í fótbolta og held hans í Hafnfirðingur hann er Hafnfirðingur hann er úr Haugum sko tók eitthvað þú hefur lítið interface við hafnfiska community eða ekki, þannig hef ég hvað? Svo lítið interface já, ég er ekkert djúpur í Hafnarfirði nei, ég nefnilega að fara dýbra inn í Hafnarfjörð ég vil það ólst upp í Hafnarfjörð fyrstu ára ævi minnar þetta eru upplýsingar sem engin veit ekki nei hvar? og öllum er sama á völlunum? nei, í Hringbrautinni en Hafnarfjörðurinn er falin perla og það sem Hafnarfjörður hefur er svona einhver bæjabrægur miðbær í Hafnarfjörði og mikil þannig stemming einhver svona, það er mikið að bóhem við höfum rætt þetta áður, það er svona bóhem Hafnfirðingar já, sko, þetta er nefnilega bóhem Hafnfirðingurinn er geggjutýpa og við erum alltaf að vitna í bara eitthvað káta pilta og sér að Davíð Þórir þegar við tölum þetta en þess hver kynslóð hefur getið að sér nokkra bohemians ég er líka sáttum með Hafnarfjörð 1 það eru solid undirheimar alltaf í gangi í Hafnarfjörði það er alltaf einhver ódæðisverk og böst og eitthvað svona dót og það segir mér að þeir séu með öll lögin einhvern veginn, skilur þú veist, þeir eru með það með hennan við erum að peppa Hafnarfjörð það er drullu vel með svona gera bandarækjumenn, þeir bara heitast að tala vel hlut eða eitthvað gaur, jafnvel og þú veist, þeir eru með þarna hvað heitir garðurinn í miðinni hana? Víði, nei hann er geggjaður kona mín hefur bara helliskerði það er alveg hárið og það er gott og svo er þið með þú veist, skrýtna veitingastæði þeir eru með flóru A. Hansen er búið að vera staple í hafnfirskri matamenningu mjög lengi og einu sinni var það þannig að hafa gefin út svona svæðis símaskrá eða bara svona símaskrá út á Álftanesi var það líka þannig í Mosó og einhver frálsfélagsamtök sem að bara maður bara flett í gegn þegar hún kom bara sjá hvað það var einhver viðbætur og í sem sagt einhverju símaskrá hvort sem það var í Hafnarfirðinum eða Bessastaðareppi eitthvað, þá var einhver auglýsing frá A. Hansen og símanúmerið okkar var sem sagt númerið gefið upp sem númerið á A. Hansen þannig að í heilan vetur
var alltaf að liða að hringja og banta borð heima í okkur og pabbi heitinn hann var mikill grallari og hann var alltaf að taka niður pantanir og lofa fólki afslætti og svona. Ég var eins og eitthvað ringja á Pit 67 þegar opnaði eitthvað aftur hérna fyrir svona 10 árum og hérna bara, já, konti bara, þetta er allt ykkur, bara kemur með alla og bara réttum þessu. Það var bara eitthvað rúmur á einhverjum gaur sem var eiginlega alveg eins, sko. En talandi um falda perlur. Sko, ég varst að fara í, og hitt mér við það falin perla. Það er RFK Brewing. RFK Brewing, Og- það er falin perla, það er rétt. Þeir eru með eitt af þessum fáu svæðum í Reykjavík sem er alltaf skjól. Já. Inn í Skipholti, út í svæðið þarna, það er subtul og það er alltaf pakkað og það er geðveik stemninga. Hvernig er þessi bjór? Hann smakkast eins og bjór, Kjartan. Hefur þú smakkað nammi líka? Nei, ég meina, þú veist, það er alls konar bragða bjór. Þetta er eins og þegar ég sagði að náttúruvín var eins og bara annað vín og ég var aflífaður hérna á öldum ljósvakans. Þetta er líka eitthvað að tapast í þýðingu hérna núna. En já, þeir voru að gefa út hana bjór og diskurinn okkar rauk út. Herru, það er náttúrulega frétt. Já. Diskurinn okkar, það fundist þessi eintök á disknum upp í SS. Það farið með þetta, hann var uppseldur 13.06. Já. Það er þannig? Já. Á 6 mínútum? Já. Og núna er eitthvað að hlusta bara á Sokkin og Sokkin remix. og bara og frístali eitthvað hann að faldalægið og vámaður. Þeir eru með hann palla hann fyrir utan og út í svæðið og bara farið hann og ég var að príbóta Harry á hann og hérna, það var bara geggjuð stemmingar. Og þessi bjór er, sko, það er svo fyndið að drekka, þú veist, maður skynjar einhvern veginn bragðið áður maður, þú veist, tjekkar á þessu. Hvernig finnst þér hann? Finnst þér hann í geggjaður? Finnst hann geggjaður? Og ekkert pilsulegt við hann. Nei. En ég væri til í að heyra smellin í einni á meðan ég drekka þetta, sko. Herru, ég er komið þráð, sko. Ég er komið þráð sem getur leitt okkur eitthvað. Voru dateböll og svona þannig í skólanum ykkar fyrir grunnskóla? Það voru dateböll, maður. Var tíðkaðist það að svona vinahópar færu með limmu á ball? Já, já. Já. Ekki kannski dateballi sjálft, en það var alveg, við vorum alveg, tókum nokkur svona limmur. Limmur. Við tókum ekki limu en tölum það sinna. Alveg rétt. Já, sko, við tókum, nefnilega, ég gerði þetta alveg tvisvar og ég man hvað þetta var eitthvað svona, ég veit ekki hvað ég man, það var 5.500 á klukkutíman sem limman kostaði og og það er einhver taugaþráður í mér sem hugsaður A. Hansen. Gæti verið að Hansen A. Hansen. Já, það var limma með A. Hansen enganúmeri. Það var limma með A. Hansen enganúmeri sem hún gast panta og svo komu þessi bílar, það voru limmur, þetta voru gamlir bílar og það er fólk dáið inn í þessum bílum og ein af þessum limmum held ég að þú gæti bara fellt niður sætin og breytt í líkbíl einhvern veginn, skilur við þakið aftur einhvern veginn. Þetta voru svona gamlar amerískar þú veist ekki á tilfinningu að það verið tóttaðarinn í þessu limmu, þú fegst einmitt á tilfinningu að eitthvað skitið í sig í þessu limmu, skilur við. Já, frændi minn sem er svona, hann er out there, hann keipti sér líkbíl, það var bara næst bíl og var bara rúnt honum, sko. Já, og ungur gaur, sko. Þorsteinn var að kerða held í peningar miðbandinu. Já, geta það verið, já. Og ég var að hugsa, maður væri ykkur í bífi. Hip-hop trivia. Ég myndi að þið væri ykkur í bífi einhver stað, kemur bara líkbíl og 2 gaur. En sko, allir sé, sko, nú er maður orðin, þetta er kannski, segja maður hvað maður er orðin leiðilegur, ég hugsa bara hversu mikið fucking vesen hefur verið að flytja þessar limmur inn. Þú veist, þetta er alltaf bara, þetta er svona langir bílar. Bro. Það hefur verið vesen. Ég ætla að blow your mind. Það er ekki vissin. Þetta er bara eins og að flytja inn 2 bíla. Skilur, þetta er jafnlangt og 2 bílar. Skilur, allt mindbókulið er bara, já, þetta tekur bara 2 bílastæði. Við erum komin á bílaumræður, þá ætlum ég að, Ef fucking Maggi, ef þú finnur limmu og getur sett hana á söluskrána, ég skal gista henni, bara sem eitthvað publicity. Herru, við ætlum að gefa húur, bílasölur ekki eitthvað, hann að senda okkur, gefum ykkur 8 stykki og þessar húur eru, þið komið ekki heim til mín að sækja það samt. Þið farið bara upp á til Magga og hann lætur ykkur fóta henn. Þetta eru geggjaðar húur. Já, það er mjög flott. Ég var meira þess að Þú varst búin að, Dóri var búin að ná rokkan einhvern veginn. Ég var búin að sko, ég var komin, ég verði að finna. Ég skal ná í húinu. Ok, ég var komin með, þú veist, eins og allt hérna er húan hérna megin í íbúðinni hjá Danni, þú lifir smá eins og frægur rappari núna, það er bara vörur og varningur hérna. Ég vil tala sko líka árið fyrir bílvíkunar.
árið fyrir bílvíkunar að þegar ég kom inn Sjáðu hvernig Dóri er búin að ná Sjá, okkur. þú veist, það er segið húa, það er þetta hipster hann upp, svona, einn að klaufa bárðunum, meina, sjáu þið lúkja mig, gefið mig smellu núna, man. Og fyrir ykkur sem þekki ekki Maganóju, þá er þetta mjög on-brand, þú veist, þetta er svona vandar, flottar húur, þetta er eins og Maggi myndi rokka. Sko, þú átt að vera með engaþjálfara, stílista, pípara, lögfræðing og bílasalar. Þú veist, það er bara eitthvað sem sér þetta og Maggi is your guy. Sko, talað rap lífstíl ég kom inn og ég var að hlusta á Deep Purple Dynamics plötuna Með Anticon. Bara slög Þetta er djúft úr vinstri vasanum. og ég er með í hæsta bara Þetta er avant-garde hip-hop frá, sko, The Twin Cities. og ég er Á passiratíðinum, að keyra kjarri mætti fyrir utan á átínum. kem bara Flóni og Mr. Surf fyrir utan á Flóna bílnum fyrir utan þetta þeir voru þetta að prípota með okkur Já, prípota. og þeir voru bara, Flóni var hann að doing his thing ég er að fá nýja nágrann þetta hliðina þeir voru að skoða íbúðina og þeir bara, þetta er bara eitthvað rapsteg sko. Myndir segja þetta hefur verið svona tailgating fyrir podcastið? í raunni sko. Shoutout á Mr. Surf, shoutout á Flóna sem var hérna að blessa okkur nervusni í prípotinu en talandum það ætlum að postpota núna bílvíkunar Já. sem Þessi bílavikunar, stundum eru þeir seldir bara áður en við förum í það. Ok, þetta er reynsari. Það er Maggi búin að selja G-bensin sem hann hann seldist sem hann var bílvíkunar. og hann sendi þetta á mig sko að Það væri gaman að fá ratioið, bílar vikunar og hvað þeir seljast hratt. hann sendi sko á mig hérna hann fæst á 12,9 þessi bíl með kóðanum BF Já, milljón í afslátt. Milljón í afslátt með kóðanum BF af Range Rover Velar P400e R-Dynamic HSE. Þetta er árgerð 2023, þetta er bensín, twin, rafmagn líka, hann er sjálfskiptur, engin pirrandi kúplingana, 5 menn. Það þýðir að þú getur verið með 5 homies þarna, það þýðir að AC gengið getur keyrt út af þessu á flugullin sko. Keyrðu 2000 kílómetra. Það er það eina sem vekur gríðarlega áhuga minna. Hvaða 2000 kílómetrar eru þetta? Heim til Flóna og tilbaka. Já, þetta er svona. Þetta er bara, hvert kerru? Ég kerið 5 sinnum til Akureyrar. eitt sem mér óslega fyndi þegar fólk talar bíla ég heyrta frá ég var svona 6 ára eitthvað svona, já, þetta er akstursbíl það er þetta Aldrei. Nei, okay. Nei, ég er bara alltaf að vera að pæli þetta er svona, fólk talar eitthvað bíla þetta er akstursbíl Já, allt í hennu finnst mér þess að ég hef heyrt það. hvað þýðir það? Ég veit Hann bara svona steinleikur í akstri en sé mjög ljótur. En maður, sko, þetta var eitt áhugamálum okkar feðgana, það var að fara á bílasölur og kaupa og selja bíla. Og þannig að ég Þetta endaður á Hyundai Jazz. og ég hef heyrt allar þessar sögur, þú veist, það er ein gömul kona sem á þennan og allt þetta. Það er gömul, mörg, sama trikk sem notað við það. Ég hef alltaf heyrt sko að menn vilji kaupa bíla notaða bíla frá Akureyri. Já. Það er ekki sko sjávarselta sko og líka akureyringar eru geðsjúkir sko, þeir bóna bílana sína, þeir elska bóna bíla og bakki stæði. Já, mikil svona bílamenning. Það er bílamenning á Akureyri, þeir eru bíladagar haldnir á Akureyri ekki mekka. Já, bílamenningin lifir mest á Akureyri og svo er líka í Keflavík. Í Keflavík, bro, ég trúi ekki að þú ætlar að taka Akranes út úr þessu dæmi. Er mikil bílamenning þar? Á Akranesi? Það eru fyrst að bara, ég kefti einu svona sko jeppa á það er náttúrulega steiftar götur sko. Það eru steifta göturar, það menn, þú veist, já, það er sko, það bílamenning. sem sker Keflavík úr eru bílalúur. Já, Það sé einhverja 19 bílalúur í Keflavík. ég veit það, menn er að kaupa sér puls og einnig lúi og kók og næstu sko. Já, Það kallar færibandi. já. Farið þið náttúrulega eru hérna með henni á höfbrukarsvæðinu, en bílápatekið að geta keyrt Að geta keyrt Að og fá lyf í gegnum lúi. Gerir þú það? Já. Ég hef oft pælt í því, hver fer hann? á hvaða lifi ég mertu Á hvaða lyfi mertu? Hvaða lyfi þetta segja? Ég meina þetta, veitir hvað þetta er þægilegt, þetta er líka rétt heima hjá mér sko. hvaða lifi Mér vantar ekki það mikið lyf. Já, segi ég þarf ofta að segja lyf sko. Ég er með alls konar lyf heima sko. Já, ég er búin að vera í einhverju augnvesinni þannig ég er með Bro, þú ert með svona 16 lyfin í eldhúsi hjá þér og einhverjar instruksjónir á official landspítala pappír sem ég var bara segðu okkur frá. ég lendum að bráða mót einhvern daginn Þú sagði þetta síðast þetta ekki? já, og jú, sagði það ekki Jú. Nei, ég veit ekki, allan að út ert bara heilablóðfall. augnvesinni maður, þetta var bara Warzone hann er búin að bráða mót sko. Já, og þetta var vesti sásöki sem hægt er að finna. Já. verra en fæðing
verri en fæðing, þannig að ef konur, faðmiðan ef við sjáum þennan mann. Þannig verður að vera. En talandum, sko, nú skal ég segja ykkur eitt. Nú skal ég get deep hérna með ykkur. Ég á það til að vera bitin af svörtum hundi. Og þú veist, ég get orðið mér þungur og leiður yfir lengri tíma og mér verður ekkert úr verki á meðan ég svona og ég sé ekkert gott í sjálfa mig og ekkert sem ég hef gert og það bara svona ég bara gleðin sem efni hverfur úr mér og þetta hefur bara fyllt mér þú veist, móðir mín sér ég hafi fæðist bara með djúpan áhyggjusvip og hún hefur sýnt með myndir af því og þegar ég fæðist þá var ég bara ég var bara með leist ég var bara hérna en ég og svona fólk hefur oft sagt sko, kannski gott að fá í lyf en ég svo hrættum að taka á sköpunar gleði og gáfu og hérna og ég vil ekki alveg fara inn á það svið einhvern veginn eða þú veist ég er eitthvað feiminn við það en ég kom í nýtt outlook í lífinu sem lífið er æðislegt ég er frábær, ég hef allt gott skilið og ég ætla ekki að gera mikið úr þessu, ég ætla ekki að fara í mani á samfélagsmiðlum eða tala svona, ég er bara að segja ykkur þetta, ég er bara að segja að þetta er hluti í stílistanum, þetta er hluti í rektinni, einhvern veginn, það er bara að hérna, ég ætla að skera mér stærri sneiða kökunni, so to speak, en minni leið og hérna, og þú veist, og einmitt, þú veist, það er byrjað eitthvað í dag að fólk er farið að skrifa á samfélagsmiðleika oh my god, fekk mér 2 bjóra í gær og bara svefngæðin hérna, þú veist, eins og við tölum í síðasta því að by the way, það var, ég fekk skilabóð frá mörgum þar, sko, sem voru bara verið að bá ekki sammálaðingarni, sko og hérna en bara, þú veist, ég og Danni við fórum út í gær, við fórum á pop-up á skál, það var franskur vingjaramæður að hella víni og við vorum að borða eitthvað krabbasalat með brúnu í smjöri þarna og það var geggjað, það var þriðjudagur og meira svona það er eitthvað geggjaður andi í gangi niður í bæ, sérstaklega, þú veist, ég bara tek eftir því, það er eitthvað, ég var á henni klippingu, þú veist, það er eitthvað í gangi, eitthvað vibe sem er gott, sko. Og sko, mér langar að dressa þetta sem Dóri var að segja, því að maður finnur þetta á þér. Já. Maður finnur þetta á þér og það er gleðilegt. Já. Þetta var gaman í ger. Það var gaman í ger og þú veist, og þannig ég ætla bara að hafa meira gaman og hérna... Já, það er smá, hérna, við erum sérst með ekki dömmi batteri í vilni, þannig að þetta er ofitna hérna hjá okkur. Ringja Inga í óvar. Manstu þið fórum að hitta Mandani það, veist, gæðin sem seld okkur allar sko, þegar vorum að byrja þetta pott ég vissi alltaf að þetta yrði gott sko, en þegar vorum alltaf tveir með hérna að maksa kreditkortið fyrir búnaðum sko, og hitta hann gæja, hann var eitthvað strákar sko, bara teiknut upp fyrir okkur og eitthvað skokk það herru, við erum byrjað að taka upp ok, ég var að klappa hérna þetta er, við Danni búnað og hérna, ok, sorry en ætlum ekki að salta eitthvað það herru, ég er bara með umdeilda saltanir og stund og hérna búið saltverk, best salt í heimi besta salt í heimi algjörlega, og ég get sagt að ég prófaði að fara á vefsíðuna heimasíðuna hjá Saltverk það getur svona locata hvað það fæst í Bandaríkjunum og prófaði, Tommy bróðir býr í LA og það fæst í svona 18 búðum bara í nálatónum þeir eru breaking og ég veit hvaða moves þeir eru að meika á markaði núna og það eru major shit sko þetta besta salt í heimi þetta verður komið í þú veist, þetta verður bara eins og hérna Pepsi-Cola eftir. Og það er mjög ánægilegt að það er eitthvað sem að, þú veist, Ísland er að flytja svona út sem er að ná þessari fótfestu í alþjóðaviðskiptum. Ég er í sambandi við Bjössa sem á Saltverk og við erum pæling kannski hvort við ættum ekki bara taka livepod bara í Chicago eða eitthvað. Sko. Já, einmitt, á ensku. Ég var bara, hi guys. Saltwork. It's the best salt in the world. Today we're gonna salt these hot bikes. Guys looking like pedophiles when they're riding them, but feeling like they're, you know, Tony Hawk, and it's weird, but yeah. Kannski getum við látið gerðvikarinn þýða þessi pott og segja hvað gerist. Ok, ég er með fucking saltið hérna. Ég skal segja ykkur eitt. Það var bara hjálti weakness. Ég elska að hitta fólk. Yes. Matabóð, eitthvað plan, fara út í gær, í drykk og mat. Þú veist, ég er social vera og svona, og stundum sinni ég því ekki og ég finna mér lífið verð og ég er allur fyrir því, maður er fann að tala ensku hérna, ég stend með því að
hafa eitthvað að gera og ég skil mjög vel þegar, þú veist, eins og sumir kringum þeir bara fara út að hlaupa og ég alveg, veistu hvað, það besta við hlaupi að þú bara tekur eitt hlaup og þú fær tíma og þið líður einhvern veginn eftir hlaupi svo tekur annað og allt er orðin aðeins betri og þetta er gaman að verða betri í ykkur, það er gaman að verða betri í ykkur Progress. Að þessu sögðu má golf þekka sér í alvöru Þetta er að salta golf. Ég er að salta golf í alvöru Þetta er þín umdildast bara. Þetta er svo fucking fyrirferðarmikið Af hverju getur ekki bara fengið áhuga af hverju getur ekki bara farið í karate eða eitthvað svo hún ferði í 10.000 króna galla og spriklar eitthvað hérna þú veist, að þurfa, við vitið hvers konar landsvæði fer undir golfvelli hérna og þetta er sko ekki grænsvæði því að almenningur er ekki velkomin að þessu það er erfitt að komast í klúbb það er erfitt að fá tíma á teik einhvern veginn þú veist, Steindi, hann er ekki byrjaður að golfa ég held að hann hafi droppað hálfri í ykkur búð skilur við, bara í þetta allt og hérna mér líður eins og svona að golf sé að svala einhverju þú veist, þetta að verða betri í ykkur og þetta að hitta ykkur og svona þú veist, ef við myndum kalla þetta þörfin á því að skapa þá myndi ég segja við ykkur keyptu þið kassagítar, ekki eitthvað svona já, þú ert bara leikst í óperu, skilur þú veist, þetta er svo dýrt og stórt og mikið og umfangsmikil og ég bara golf má drull í sig, það var allir að byrja í þessu Bergur Ebbi komin í þetta, Steindi komin í þetta Hólmarinn djúpur í þessu, herru, Hólmarinn var nú bara komir á Instagramið, fucking tengdapappa mínum í golfið ég var bara, hvað er í gangi hennar maður og þú veist, ég veit að ég mun fá flakk fyrir þetta sko, en ég ætla bara að segja ykkur þetta að sko, ég nenni þess ekki og ég tek eftir að sömur fara inn og þeir grínast í golfi í 20 mínútur þeir eru eitthvað svona, maður er í golfi í dag þeir eru strax fannir að líta út eins og hérna Birgir Leifur eða hvað heit hann komnir í eitthvað svona léttan og þægilegan fatnað sem svona tekur vel á móti vindi einhvern veginn og ég vann á golfvelli í mörg ár og hafa dræfað í baki á mér af 6 metrum ég man eftir þessu hafa dræfað í baki á mér Ok, dræfi í baki, það semst að sló einhver teghögg á 6 metrum og meðan ég var á flímó veistu hvað flímó er? Nei. Það er svona sláttuvél, svona handsláttuvél sem svífur þú veist, krafturinn hún svona liftist af jörðinni og svífur og maður þarf að nota hann alltaf að slá manir í mikilli brekku þannig að þú ert oft með hana veist, fyrir nýstu og svo þarf það að svinga henni alveg svona og færa áfram og þetta eru mikil þingsl og ég ætla bara að segja þér þú hefur aldrei verið jafn þakklátur fyrir að vera í stáltá og þegar þú ert á flímó því að það heyrist oft bara ding og hún er komin í löpina þér herru, ég er að slá þetta með flímó og þetta var á þeim árum það sem, ég skal bara strákar, ég skal mála hann eitthvað mynd ég er með Peltor að það Peltor headset, veitu hvað ég er að hlusta á? Bubba Sparks Nei, ég er að hlusta á Músík 885 online útastöðin sem spilaði íslenskt rapp og undan öllum og mjög mikið Tribe Called Quest og hérna einmitt það kom lag í rektin í morgun sem var á playlistanum og það setti mig strax á hana stað þetta er hérna I got so much funky shit inside my brain Jungle Brothers couldn't explain Jungle Brothers djöfull hafa þið fengið gott stef þarna frá Músík 885 ég er að hlusta á það og við erum rapparar þarna og við erum að rappa ógeðslega mikið og við erum að fara út á land með Rottweiler og Rottweiler voru okkur vífilfett sponsið sem voru 100 kassar af bjóri yfir heilt sumar þannig að í alvöru maður var að sjúga niður bara lítinn Carlsberg maður var eins og lamb á spena sko. Og hérna þetta var ótrúlegt og ég man eins og ég keyrði við til Akureyrar til að spila ég drakk 19 bjóra á leiðin ég var 17 skilur við hann var fritt hann bara var í boði og hann var bara í boði og við höfum ekkert betra að gera Fanta Vældberg og mikið tekið og þú veist og sér fór það frá Akureyri drafst einhvers staðar vaknaði á pitsu og hélt áfram skilur og þá var bara að hafa hana klöpp og í þessari ferð notabene þetta er í fyrsta skipti sem Erpur notar hugtaki slagi babarinn
Okay. Við vorum þar, það var baksins í Káaheimilinu, þetta var sami helgi og það var ball í Ídölum, það mætti enginn í Káaheimilinu sjá Rottweiler, það var allir á ball í Ídölum, var þetta strákar. Vorum að hitta Pitbull frá Akureyri. Vorum að hitta Pitbull frá Akureyri sem var rappari sem gáð smáskífu hassreikingar á Akureyri sem ég og Danni fengum að gjörsala á heilan sko í smá tíma, hann var að hitta okkur þarna og hann var hangað með okkur í herbyggju, okkur vinir sem reyna að komast inn og hann var alveg, segð þessum einingjum að bíða, hann var drull sko og en aftur í þú ert með peltorinn ég er með peltorinn með þess að ég með sláttuvel en þetta og ég er að hugsa gaur sem ég átti eitthvað sögótt við og átti eitthvað sögótt við mig mögulega líka og og allt í einu, þetta var opposition nefnilega og allt í einu finn ég bara til að vitna í Mobb Deep a burning sensation skilur, það bara, ég finn bara a burning sensation í bakið og ég er ekki að grínast það fyrsta sem ég held það búið að skjóta þig það búið að skjóta þig í bakið Halldór meðan þú ert að slá á flíma og Bakkakottsvelli Var þetta verið en fæðinga? Ég leit við og þetta var fucking gamall kallskarfur og það var sagt við okkur bara strákar ef það er slegið í ykkur þá er það alltaf golvarinn að kenna þú veist, af því að þeir eiga ekki já, en á 6 metrum þú veist, ég er bara að slá að það hann er að teghauki og þú veist, þetta hefði svo léttilega geta farið í höfuð á mér í fyrsta lagi en allavega, það var sagt að við mættum snappa á golfara þú var bara að gefa leyfi til þess já, hann var algjör rúfjan sem var yfir golfvellinu dýrkaðan sko Bjössi, rauði, sko, bestur sko bæði góð og vond áhrif í líf mitt sko og en hann var eins og slegin bara, þú veist, hann lendi í svona á innra lærinu á hann bara svona við hliðin á punktnum og einu sinni, og ég hef aldrei hann líka kerði á fjórhjóli þú veist, svona 160 metra og glataði ekki neinu á reiðinu og reglan var að reka golfarinn af vellinum bara farðu, þú mátt ekki vera hérna núna og ég man, þegar ég átti að maður þess að þetta ekki búið að skjóta mig flímónin er ennþá í gangi þú veist, ég sleppti dæminu, hann sloknaði ekki á hann hann er einhvern veginn hoppandi að hann ég er ekki svona að reyna að slá í hann og átti að maður hefur ekki verið skotin, lít við er einhver gamall kallana með, þú veist dræfur og kasketi bara fyrirgefðu og ég var ógeðslega reiður en ég var svo meiddur og ég var bara eitthvað hvað er að þér og ég fekk að fara heim og ég var með ógeðslega ljótan marblett en aðalega þetta tráma að halda að ég hafi verið skotin sem var ekki split second maður þetta talað free shit maður Ertu með free shit núna? Bom bara bom Bannabönnum Við erum komið nýjan spans Mosigin Þið vitið að þetta er mjög einfalt hjá okkur Við viljum aðeins það besta Þeir höfðu samband við mig Þau í Mosa og þetta er besta sitt á markanum í dag það er Mosigin og þetta er sko er gert í sko tunnum sem er bara planta át alland og ég lesa aftan á já, lesa aftan á Gin sem þroskast undir berum himni á toppi eldfjalls bragð mótað af íslenskum stormum lofti og eldi. Hver tunna segir sína eigin sögu, óútreiknanleg og einstök. Vá. Og þetta er rosalega, ég bara smelli þetta sko. Smelli þetta. Náttúrulega, að díla við þig er alltaf að díla eins og að díla við sko, sprautufíkil. Sko. Þú náttúrulega... Já, ég er dræjari. Þú er dræjari. Já, herru. Mennum fann að kalla þig dræjar. Sko. Herru, í alveg, svægið þitt út á við. Að borða hambúrgara í kálblaði og vera ekki að drinna og njóta lífsins, skilur við vera í ykkur með eitthvað veljugame heima þær ég þarf að breyta þessum ég veit það, þetta er svona ég þarf að fara með þig á svona vínhátíð í Angers og setja þig í frakka og ég að kúka í þetta klósett kúkar í klóstið með þetta sæginu og í lókkvöldsins að kúku saman í limúsin sko, Mosamenn hefðu samband um mig Mosakonur og veit hvernig þetta er og hún var ekki að tala á hann bara hefi fítgur og hann sagði, já, náttúrulega Kjartan, hann er dræjari eða ekki eins og þú hefði bara verið í einhverju grimmri neyslu bara mörg ár sko, sem þú varst ekki sko já, en hann er svo heilagur núna sko þetta er að besta þegar hann var með línuskeggið downtown, það var hann ekki dræjari ég vil meina, ég hef verið fyrstur með bling í eyrun á Íslandi já þú varst með þeim fyrstu og þú varst definitely einn af svona fyrstu 5 sem voru með línuskegg og bling sko og þú varst með solid tyrkjalúk
og já, vast sko, þú veist, leist út þess að væri frá Istanbul og ég bara, og enda sagði þetta síðast, ég haldi með tyrkneska landsliðinu í fótbolta Strókar, við erum með svo mikið áfengi hérna ef við ekki bara fara á feitt fyllir við verðum ekkert að taka eitthvað pott þar sem við verðum bara moldaðir og ég er bara og við erum bara að gera upp gamlar sakir. Nú er ég með ginina sem er veðrað af Íslandi Eldfell. Þetta er í ex-Chardonnay cask. Gary, segðu mig hvað þið finnst þessu lykt. Verandi sko Chardonnay specialisti þá ætti ég náttúrulega þegar þessu þetta er eins og að þið greina körfuboltalið sko. Þú finnur Chardonnay lykt en ég sko er líka óslega glaður við sem kom með áfengismónstur því ég reyna að koma upp bar heima og ég drekk vín og svona en ég nenni ekkert að drekka með fullan á kvöldin ég með börnarna og hund og svona og bara fyrir utan, þannig að ofta opna ég geða þetta vín og drekk 1,5 glas og svo er það bara ekki jafn gott daginn eftir þannig að ég er að reyna, ég til dæmis að hræra margarítur svolítið heima, þegar sólin skín eitthvað sem kostum að læg með þegar ég fór til Austin og South by Southwest hátíðina að því þá allstaðar eru allir að drekka margarítur konstantli og núna þú veist, er ég komið með alvöru gin í G&T ég er líka með mjög mikið króatist áfengi sem leigjendur mínu í skúrnum færa mér alltaf þegar ég fara heimsækja heimalandi það er viðbjöður sko, proper sko Já, eitthvað að því. En þeir færa mér líka ólífólíu og súkkulaði sem er mjög gott. Þið sjáu sko að þessi var upp á Langjökli, þessi tunna. Og paldi, þú veist, það eru einhverjir gæjar sem getur bara farið og tekið þessa tunnu, sko. Þetta er frábær hugmynd líka. Stólið? Já, eins og hann að Gordon Ramsay lendi í Vestmanni. Var tekið tunna? Nei, mun ekki því. Hann fór að baka eitthvað eldfjallabrauð. Við erum aftur í mynd. Ég er búinn að senda SMS á Inga, vinn okkar, í Óvar. Herðu, eitt sem ég langar að ræða ykkur sem ég veit ekkert hvort að þið tengi við en því við erum ofta að tala hip-hop minningar munið við fórum á Ísafjörð og voru þar í viku við fórum þar og við tókum 2 gig annað var fjáröflun fyrir nemendafélagið í framhaldsskólanum tilefni ferðarinnar var að spila á giggi fyrir framhaldsskólan þar sem þau ætluðu að selja miða til þess að fjármagna ferð til útlanda útskiptaferð þau fengu gistinguna og opinn reikning á heyra hljómsveit og Bent og Sjöberg og það var greitt þannig að við komum fram líka á sjallanum eða hvað þetta var hann til þess að fá staðinn þau sem fá staðinn frýtt og mat og brennivinn fyrir okkur þá þurftu við að taka 1 aukagigg og það var frýttinn á það pakkað það var geggagigg en svo selduðu inn á fjáröflunargiggið og hvað ætlaði mætt margir? 8 það var ekki fallegt sko ég man líka voru komnir eitthvað bíf komnir eitthvað mitt bíf við eitthvað bolviking eða eitthvað dude það voru bara menn fannir að viðbúast af einhverju partí sem voru í voru sem bara búin að finna einhverju riksu og bara rör sem þeir ætlu út að berja menn með og það var rosa hasar þarna og Bent var komin í gýrin sko og það mikið að svona ævintýrum þarna og náttúrulega funk pilsan munið því það er pilsa með bara sneið af bara gott ásti sko og barbecue-sósu og okkur vilsi sko ógeðslegt sko en við tókum þetta og við vorum heitir hana en hlýjustu minningarna mínar er að því við vorum alltaf saman í herbyggi er bara svona að við vorum að taka svona eitthvað spjallar og við fórum að sofa ég manna þessu þú mást hefi peppar lappinnar í kross og spendur sko þetta var miklu meira wholesome heldur en fólk heldur þetta hafi verið sko. Þarna varstu flugrættur líka þarna sagður við Bent og vildi bara fá að vera hrættur í friði sko því að síðasti maður sem vilt vera með þegar þú ert flugrættur í flugvél er Ágúst Bent hann er bara svoast ykkur máður inn í hreyfilin svo var einhver stelpa sem satt fyrir framann sem var rottalatandi sem var líka flugrætt sko. og hún var catching the residue skilur en allan að Mosi respect Mosi er allan að komnir inn og ég var að segja ykkur ég er að koma upp bar nú er ég komið gin og tónik hvernig gemur barinn? Ertu með vínskáp eða? Ég er með vínskáp með vínun í en svo er ég með þetta svona á prívat stað og ég er komið svona koktelhristu og eitthvað stunduðu þið, sorry ég gríp framfyrir stunduðu þið að taka áfengi sem var til heima hjá okkur og drekka það og fylla það með vatni? Nei ekki heldur, það maður hefur hitt sögur að
En Teija, þeir eru flottir. Þau eru flott. Þau eru flott. Þeir. Teija er að redda mér helgina. Ok. Og ég er nú svona að tala kannski svona, já, en hérna það er vínhátíð helgina. Náttúruvínshátíðin sem haldin er af vefsíðunni Allsber sem er selur vín á netinu, einungis náttúruvín meðal hans frá okkur. Og þeir eru að halda hátíð í garðinum á 12 tónum. Það spáir ekki nema svona 18-19 skinkum sko. Og brakandi sól. Þetta mætti 300 manns í fyrra og þú sem sagt borgar inn, færð glas og þú getur smakkað öll vínin sem eru þarna og kjafta og þetta verður mikið fjör og svona eftir hasarinn í fyrra þá var alveg greinilegt að það að vera með posa þarna hefði breytt leiknum að því auðvitað þú ert að koma á kynningu og sumt fólk vil hafa þetta með sér og svona þetta færa og það er alltaf Teija í hjálpakallinu. Já. Strauja þetta á leikinn. Við ætlum bara að strauja þetta á leikinn, einfalt. Og það er mjög mikið svona on-brand að vera í svona hátíðum með Teija. Sko, við erum alltaf maður farin að taka eftir pósanum núna. Já. Og maður bara nánast, ég veit að Danni er fann að stunda að labba út ef það er ekki Teija-pósi í boði. Algjörlega. Við erum saman þar. Sko, ég var nefnilega út af því, við erum ofta að tala um svona búðir sem eru búin að leggja upp laupana eða skilja sem við söknum. Já. Hvert mann á hótninu og svona. Já, það er bara þessar limó-leigur. Já. Ég myndi að vera bara aftan í limó og það bara kemur Teija, bara 5 og 5 á klukkundinu. Bara tökum annan, strauðum þetta leikinn. Hérna, ég fór að fletta á tímarit.is, ég bara svona tók svona 90s snúning á DFF og Mogganum og eitthvað svona sko. Og það sem að stakk mig eiginlega mest því að það var einhverja búðir sem ég var búin að gleyma einhver búðalaug og einhverjum að selja stússifötu og okkur svona en það var að hvað eru margar samt búðir sem hafa lifað lengi ég las Mogga frá 95 það eru rúm 31 ár síðan og það var búðin svo Öllisá, Blómaval, Hagkaup, Húsgagnahöllin það er ótrúlega hvað sumar búðir hérna hafa þrifist. Blómaval náttúrulega er hluti af húsasmíðstæðinu núna. Já. En vörumerkið lifir ennþá. Það lifir, það er rétt. Það er líf í þessu. Nei, maður verður að respekta þetta sko, það sem hafa verið til lengi, en við erum meira að tala um þá þessa sem dó á leiðinu. Algjörlega. Sem duttu á leiðinu upp á topp sko. Það er bara hérna, þú veist, te og kaffi. Þið verðum með Teija-pósa þetta morgun. Við verðum á laugardaginn, ekki spurning. Við verðum með Teija-pósa, við verðum með G-Shock úr, jafnvel pilsubjóra, kaffi, mosaginn, Maggi frá bílasölunni verður með lítið pop-up frá bílasölu Reykjavíkur, eitthvað 3 bíla sem hann ætlar að losa þarna út. Þetta verður, ef þeir eru gjörin live show, það var í gerð. Við verðum með pop-up frá bílasölu Reykjavíkur, 3 bílar til sölu, með svona hangandi í þeim. The pop-out. Og ég er að mæta, það eru svo miklu bális að hlusta, það myndi gaur og kannan bíl. Hvernig hérna... Maggi er að hjálpa okkur við að finna bíl. Aha, ertu að leita þér bíl? Við erum með bílasala, bara aðeins að testa þetta. Já, einmitt. Hvernig hérna er fólk að taka í úrin? Mikið gleði með úrið, sko. G-Shock, og það er klukkan sem er á 4 stöðum. Þeir eru í Kringlunni, þeir eru í Smáralind, þeir eru í Firðinum og þeir eru á Nýbýlavegi. Nýbýlavegur er... Ég get ekki hægt að segja þeir alltaf öll fyrirtæki, ég er bara að vera að hætta það, sko. Ég veit að það þarf að senda þig í hérna námskeið í bara tillitssemi. Já. En sko, ég fekk eitthvað svona, algoritmi minn hefur haldið að mér einhverjum pælingum með úr núna í dágóðan tíma og ég hef alveg, þú veist, ég smelli á þetta, það er svona Þetta byrjar svo confession heldur þetta áfram og þar, sko, G-Shock eru mjög mikil smetin og meðal svona sérfræðingum úr og það var einhver svona sem er með stóra úrasíðu sem hann var að spyrja hvað er besta value sem þú færð G-Shock það er svoleiðis Mér finnst bara svo ógeðslega gaman á G-Shockunni ít á takkan þú valdi samt skífu úr fyrir mig þannig ég er að fá eitthvað svona frekar núanseraða G-Shock upplifinu sama hér, sko, það er geggjað Þú með skífu? Ég er með... Þú fegst tölvur? Digitalis. Þannig tók... Hvað er þú að velja sem við? Ég man þegar svölustu gaurarnir í Garðaskóla voru mættir með G-Shock 83 strákanir, ári eldri en ég sem þeir áttu hérna svona billabong jakka og eitthvað svona voru allir svo svalur, alltaf á snjóbrettum og eitthvað mætti með G-Shock úrin og mér langaði svo að eiga 1 stykki en það var bara... Núna fegstu það, 42 ára gamall Þannig að þú lest drauminn rætast. Muddy Fox hjól næst. Já.
en bara, þú veist They got spinners on them, sko. en þú veist, þú ert með svona eitthvað frekar þróað G-Shock. Þetta er mjög þróað G-Shock og það segir mig til dæmis að það sé 50 dagar núna síðan og eitthvað þess að vinni. Já. Þú náðu, sko, það er, ég þarf að leita til þín með fínstillingu órunu. Er það ennþá vitlaust? Já, það er eitthvað, það er svona, þú veist, maður getur séð tíman í Guam. Það var allt hérna maður komið tíman í Guam. Ég var að tala við klukkun í gær og Stefán sem er tengilegur og ég var svona að meta svona hvernig ættum að gera þetta. Ég var svona, en við gerum bara svona celebur þér, svo Jacob the Jeweler. Já. Það var eitthvað pæling, sko, hann hló bara, sko. Já. Það var geðveikt. Þú voru bara að kíkja og steppa í klukkunni, he got you. Og alltaf bara þegar einhver rappari skrifa undir samning, þá bara fyrst það sem hann gerir að fara í beint í klukkuna, úr hann upp. Og myndi kaupa sér Maurice Lacroix sem er selja. Mælum með bara kíkja hann upp yfir og líka Casio Vintage, það er geðveikt. Já. Það er geðstöf. Algjörlega. Það er mjög flott úr og það er líka svona eitthvað ákveð. Ég held að það sé að trenda í þessu átt. Dóri tók nú og saltaði snjallúrin hérna síðast og eins og hefur... Golf og hoppjól, ég búin að taka, er þessu manni ekkit heilagt? Spyrja hlustundir. Ég held að nefnilega við séum að fara aftur í smá svona, eða aftur, ég held að bara úrin séu mjög sterk minning um hönnun og einhverja fegur þannig að maður horfir niður og það er bara eins og G-Shock, þetta er bara japansk hönnun sem er á úliðnum á okkur. Já. Ég vil ekki kveðja ykkur, ég vil ekki hætta þessu poti, ég er bara þegar ég kem heim þá þarf ég er að fara að bera eitthvað svona sementspasl á borðplötu á nýja baðinu mínu. Shoutout á sérefni sem gaf mér virkilega góð ráð hvernig ég á að gera þetta en jafnframt hvatti mig með engu trausti í augunum að ég myndi ná að rætta þessu sjálfur ég er að fara að hræra ykkur litarefni og hérna en ég fikk eins og segi mjög góðar upplýsingar hvernig að gera þetta hræra litarefni og herði, ég er að fara að blanda herði í ykkur efni sko og þetta verður panik en gaman, þú ert tilraunamaður í svona dót. Já, ég er ekki hræddur við verkin. Er eitthvað á döfinni, þannig þú ert að fara til útlanda? Ég er að fara til Alicante á morgun og DJ sko. En þú ert að DJ fyrir Íslands fyrirtæki, þú ert ekki að fara að DJ bara á Patsja eða eitthvað. Já, það? Hjá Spánverjum? Nei, hjá Ísland. Það var svolítið Spánverjum. En var eitthvað, já, þannig að görðan sem voru handteknur frá mig bókuðum mig síðan í Sko, lífið hans Danna er eins og kvikmynd eins og þegar við vorum hérna fyrir utan á hann og allt inn er flóni. Þetta var ótrúlega andri. Já, og Danni bara svona, þetta gerist á hverjum degi hjá hann. En þú, Dóri, er eitthvað... Það er náttúruvíshátíð, það er meira í gangi. Það er Icebox á föstudaginn sem ég finnst geðslega gaman að fara á og þetta er svo flott umgjörð og þeir eru reyndar að skipta venju núna, þeir að fara frá Kaplakrika, sjáu hvað Hafnarfjörður er popping, frá Kaplakrika yfir í Haugaheimli. Já, inn í Ólafsal. Og hérna, ég er mjög spenntur fyrir því að ég ætla að taka krakkana með mér. Guðný dóttir mín æfir box núna og Kári hefur áhugað þessu og það er rappar að koma rappand inn og ég er mjög spenntur yfir því. Ertu að fara að lýsa eitthvað svolítið segja? Nei, en ég er hins vegar, er ekki hérna UFC White House? Er það núna? Helgina. Það er núna, já. Já, eitthvað, ég held að verða að fylgjast með því, sko. Já, en hérna... Það er Spánverji gegn Bandaríkjamanni þar, sko. En shoutout á Davíð Rúnar, sem er Iceboxið. Já, hann er náttúrulega... Þöggfæðurinn, Garða, hann er áltnesingur. Ég þjálfaði hann í körfu. Já. Toppdrengur. Var hann góður í körfu það? Já, mjög fín. Hann bara íþróttamaður og líka skinur og góður drengur. Já, hann er frábær náungi. Við hittumst reglulega. Við erum báðir kúnnar hjá títnefndu Þoppa hérna að klippa okkur. Margir sem eru að fara eitthvað út úr bænum. Aha. Helgina. Já. Það er alveg, ég meina, það er bara júní. En það er bila veður hérna á kjálkanum helgina. En þau sem er að fara út úr bænum. Farið varlega krakkar mínir. Hérna, það er á laugardaginn. Þá mælum við með að stoppa á Selfossi við húsasmiðuna. Hvað er þar? Two Guys-vagnin. Two Guys-vagnin, das Söðurlandið. Og borgari mánaðarins á Two Guys er Big Poppa á Laugavegi. Ég elska það. Og The Mighty Bacon á Gnóðavegin. Ekkert bacon á honum, og það sem við erum að tala um sko, The Mighty Bacon, það er hvítlauks, aioli, tortillaflugur, pickled chili, baconsölda og steiktur laukur. Og á Big Poppa vatn í munnin, sko, tjekka þessu, Big Poppa sem er borgari mánaðarins á Laugavegi, Two Guys, það er
garlic lime sauce, tomato, Doritos, bacon, pickles, jalapeno, Mexican cheddar, roasted pepper jam, chipotle, sriracha mayo og smashed onion. Já, þetta gott maður, I love it man. En ég vil ræða við ykkur Dreymir Og sko, alltaf þessa borgara. bara ég ætla að segja það hérna að það er utan húsasmiðina á Selfossi frá 12 til 20 2-pack, að það er alltaf að köpa sér 2-pack og 2-gæðsborgaran. Let's go. Let's go. Sko, ég vil ræða við ykkur svona að steikja borgar á pönnu. Já, Hvað finnst ykkur um það? ég er bara Hlindur. hlindur. Er það? Já, ekki á teflonpönnu, Nei. en ég meina... Hvað okkur eru? Ég veit ekki, bara, mér fannst það bara að vera the only way to go back in the day, að vera eitthvað steikut burgara, þess að fóru fólk að grilla þetta og smash þetta og eitthvað, ég veit En ekki. smass er panna. Já, það er svona önnur hugmyndafræði samt. Já, en ég Það er samt sko, það er í raun sko djúp grunn hugmyndafræði pönnunar sem er komið það inn, Já. að þetta möttaðist eitthvað á leiðinni sko. Þegar fólk byrjar að nota teflonpönnur en heita stálið sko, ég er allir fyrir það sko. Já. Og svo þurfum við að, ég þarf að fara að bjóða okkur í pítsur og alls konar og Við erum Steineflagsbaslið og að drekka eitthvað að þessu áfengi sögum maður. drekka, hella kjarra fullan maður, raka á línuskegg og senda hann í leigubílnir í bæmaður Í limmu. Já, í limmu. En ætli sé hægt að panta limmu í dag? Já. Það er eitthvað minn um það Er samt. sími? Ég Æ, ætla bara, sími. ég ætla bara aðtöða hvort ég geti panta limó sínu núna. Panta limmu. Limó, að þú veist, limó sína. Herðu, þetta er þekkt leið, sko. Limó sína. Akstur með limó sínu gerðu kvöldið ógleymanlegt. Nú líður að aðvendum öllum þeim skemmtilegu viðbörnum sem henni fylgja. Jólahlaðbor, tónleikar og aðra jólasamkomur veita frábært tækifæri fyrir vini, samstarfsfólk og aðra hópa að taka sér saman og eiga ánægilega og áhyggjulausa gleðstund. Ice Limo vill vera ykkur innan handar með skipulega og kynni frábært jólatilboð á akstri með hópin. Hvaða jól eru þetta? Síðustu? Ef 8 manns nýta bílinn verðungir einu sem 1624 mann. Þetta er ekki eins og lendi í það mikill verðbólgu síðan hann að 98 sko. Neysla áfengi sem leyfði í bílum okkar með því skilur að viðskipti við okkur 20 ára. Ég skal segja, ok, ég ætla að ljúka þessu poddi á síðasta skiptinu mínu í limmu where it felt good, af því it did not feel good í miðbandinu sem við tókum upp sko. Allir engum vil þar. Ég var á leiðinni á dateballið í 10. bekk. Ég hef tekið þátt á Rinnaflæði vikun áður, lenti í 3. sæti. Komst heim með bronsið. Sepp og Stjáni, það er hljómsveitin SOS og gaf út dislag sem hétt hinn Sönn Rinnaflæði Sem ég skratsaði. sem Danni skratsaði. Danni gaf út disla á mig notabenni. Og það var minnst á okkur að en þetta var helst svona kannski Stjáni að vera hissa hann ekki unnið. Jón M. vann þessa keppni, Ígor í öðru sæti, Lyrical Science Crew sem voru ég og David Bone í 3. sæti og DJ Big, Goggi sko. Í 3. sæti, þeir gefa út dislag. Ég er í limmunni að hlusta á þetta dislag spilað í útastættinum Chronic sem var ég man eftir að þessum fá að þætti. eiga endurkomu á útastöðunni Mono 877, það sem það var í smá tíma í loftinu og ég var livid en ég var búinn að taka einn Captain Morgan pela og hellunum í blöðrur deilunum í svona 6 blöðrur Svo var að fara á flugvöll. og strengjaður í buxnastrengin hérna á mér. Ég á börn í 10. bekk núna, ég veit ekki hvernig þetta er í höfður að segja þetta sko. Og svo var ég með góða bumbu hérna líka sko. Þannig að þegar gaurinn leita á mér og strauk svona hérna eftir, sér hvað það var persónulegt þetta sko, þá fann hann ekki neitt nema bara mýkt sko. Og ég fór inn á ballið og ég var ljóst að ég væri með pelan hann inn á mér. Ég vil á maður ruggla, bara kafti Morgan, sko, lyktir af þessu líka, hélt maður í alveg maður að komast upp með þetta. Spæst. Og við keyptum Sprite. Við keyptum Sprite, svo fór ég í hotnið og ég beit blöðurnar og setti þær allar upp með einu bara, og þambaði Sprite og helmingir og svo bara að dansa maður við eitthvað bara bara Can I be the Cotton Eye Joe sko hljóðstinni Rednecks og ég fór heim og kisti stelpu og þú veist, það var geðveikt kvöld Sko, ég fór í limmu, síðast ég fór í limmu ég fór á einhverja vinnuferð til New York sem ég endaði með að sitja í kjöltinu og Lord Jamal í Branubian sem er sko, hann er not that he's racist, just he's pro-black sko, og ég er ekki að tjóka hann er bara að tala um M&M og hvítir ég er bara gestur, ég á mynda mér ég er alveg farinn og sitja í kjöltinu á honum, chilla með Busta Rhymes líka saman kvöld
Þú voru að setja Lord Jamar í hann er bara Nubian og er svona DJ Ladd gestur og hann er svona alveg, þú veist, hann er alveg 5% sko. hann þekktur inn í rappheiminum og við erum bara Hann tökum draf mann eða ekki? gæti alveg verið sko allan að þetta var mjög skemmtileg helgi, ég var á One Oak mikið, eða veitir hvað það er og ég var bara að ég varst tilvist bara, mína tilvist, ég var svo þunnur síðast daginn, ég var með Einsa sem tók myndinar frá Einar Inga Sigmunds og við erum að bíða eftir í leigubílaröð á hótelinu kemur gaur bara, þegar komið okkur hey, are you two? Yeah, just take the limo with the two guys it's the same price þannig að ég ligg í limmu á leiðin á JFK með 2 sænskum feðgum sem var svona 60 ára gaur og 15 ára gaur og ég og Einar og ég bara En okkur er lástu? ég var þunnur og hérna og bara já, þetta var en mér langar að fara aðeins aftur í þetta lag sem að koma út eftir þetta, sko, Rímnaflæði var náttúrulega keppni fyrir hlustundur sem við ekki og er ennþá keppti í og hún var örugglega aðeins veiga meiri þannig í þá daga. Þetta er alltaf keppni fyrir grunnskólakrakka núna, hann máttu bara 20 gaurar pull upp í og Stjáni úr Ákomi Guðana og SOS kemur hérna og NBC, var nú í NBC með Dóra líka og hann lendir, í hvað sæti lendir hann kemst ekki á hann lendi ekki einu sinni 3. sæti sko. Nei, já, hann segir það lendi ekki einu sinni 3. sæti ég veit rosalega mikið um þetta og Jón M. vann þetta og ég man eftir þessum þætti sem þú ætti að vísi, ég hlustaði á hann eins og maður hlustaði alltaf á Kronik og ég held ég að með þess að tekja hann upp á kassettu og maður upplýði pínu svo Robby Kronik var stærri en allir rapparar hann vissi eiginlega ekkert maður fann alveg, hann var ekkert klára hver Jón M. var Nei. veit ég hvað meina þú veist, hann var bara að reporta eitthvað sem var bara svona það var bara eitthvað Robby var stjarnan og allir hinn voru bara einhverju challenges veit ég hvað er að fara? Ég veit hvað það fara, þetta voru góði tímar og Stjáni þegar hann kerið heim af Rímnaflæði þegar hann vann ekki og ég var DJ-in hans þetta var eitthvað bit þar sem hann er eitthvað DJ hérna já, þú mættir það var eitthvað, hann ringdi, það var eitthvað iðnaðvinnu Stjáni, hann ringdi bara herrum, ég kem ekki morgun það var bara þögn í bílum og hann bara Danni, ef þetta er hiphop í Íslandi þá er ég fluttur út þetta var við fórum og hittum eitthvað Frikki Ígor fyrir utan Hraunberg sjoppuna hann var eitthvað strákað, já, ég veit ekki hvað ég segja bara eitthvað Frikki? Já út af því að hann lendi öðru og nei, veist, Stjáni var bara, hann batt svo mikla vonir með þetta myndi svona taka hans feril, skilur upp á næsta level sem þetta gerði, af því að náttúrulega gerði þetta fór í hérna eitthvað stríð við Jón M sem var bara vinnulegt stríð og Jón M, sjárat og Jón M toppmaður, en Jón M átti náttúrulega bestu línu í dislagi sem að ég hef heyrt hann bara byrjar hann að dissa gumann SOS Sepp og Stjáni, þið eru ágættir Sepp og Stjáni, þið eru ágættir SOS stendum yfir við sjúið mig og fucking skjótið ykkur fáiðar það var ekki þetta, en sko, ok við erum konir á endapunktina já, en þessi þáttur mun heita Í limúsínu og leiðin og deitbaleið og ég byrði fólk vel að helsa við erum degi sent í næstu viku og ég vil ekki minna á það að það er frítt pop á Reykjavík brúin núna, þú getur fengið frítt pop Takk fyrir þetta, Danni